velkomin að Rauða borðinu í eftirmyndaðinn á föstudegi. Þá höfum við það sem við kallum vikunskamt, förum við fréttir vikunar og fáum til þess gott og skemmtilegt fólk. Hérna eru komin Gagga Jónsdóttir, leikstjóri, og Birgitta Björg Guðmundsdóttir, rithöfundur. Og bóksali eða eitthvað. Já. Eru þetta ekki að þau að vinna í bókabúðinni? Ég reyndar bý erlendis núna, þannig að ég ekki þar. Pétur Ben, gítarleikari, og Árni Kristjánsson, aðgerðarstjóri hjá Amnesty. Verið velkomin. Herðu, ef við ekki að bara klára fyrst það sem er erfitt og leiðilegt og vont. Trump hefur svolítið verið í fréttum í vikunni. Af alls konar ástæðum rúmlega. Hann vil taka Grænland. Það er ekki bara gott mál. Nei, það er hræðilegt mál. Það er alveg hræðilegt mál. Já. En ég trúi því samt ekki, ekki nema að koma heimstyrjöld. Ég held sem að er alveg örugglega að koma, en ég held að Trump hefur gert það gegn tíðin, og Chomsky benti á þetta, að hann veifar einhverju svona alveg fáránlegu flaggi og heimsbyggðin bara alveg, sér ekkert nema það flagg, og hvað er þá að gerast, hvað er vinstri höndin að gera með hann, Ég held að þetta sé hljóta að vera það, þetta er svo mikið fásina. Þetta er bara eitthvað svona. Ég meina, það er bara ógn úr norðri, og við þurfum bara að hafa almennilega varnir, og það eru 2 löndana, Grænland og Kanada, og þetta sé bara hluti. En ætlar hann ekki að taka Kanada líka? Já, hann ætlaði innlima það, sagðan. Hann hefur ekki haft mörg orð það eins og Grænland, en hann hefur nú orðað það að Kanada ætti bara til að Bandaríkjunum. Já, og skjóta á Trudeau mikið. Já. Var ekki alltaf að tala var það Trump eða var það Musk sem að tala borgarstjóra Kanada, en ekki governor Trudeau, en ekki einmitt. Já. Það er nú verið svona rígur þarna á milli, og Kanadamenn hafa nú stundu tekið undir þetta, segja að pólitík í Bandaríkjunum snúist oft bara frið og svona, en í Kanada snúist pólitíkin oft hvort eigi að reisa brúna eða ekki. Kanadamenn hafa oft tekið undir þetta, að það sé allt sveitalegra og svona, það er ekki sami þungi í pólitíkinni þar eins og í Bandaríkjunum. En svo tek ég líka svolítið eftir í svona orðræðinu hjá Trump Grænland og líka Gaza. Hann talar svolítið þetta eins og fasteignir eða svona fjárfestingar. Þetta er góðum stað, gott útsýni, gott nálægt að koma hingað og þangað. Þannig að eins og í Karisur Baktus já, hann er Mér finnst þetta kannski vera eitthvað tal þangað til að sonurinn mætti á einkaþotunni. Þá einhvern veginn og svo fór hann aftur að tala þetta inn í þotinu og einhvern veginn, og svo hringdi Trump í Mette. Svo hringdi hann í Mette, og þau taka þetta greinilega alvarlega, og við greinilega líka núna, það er allir orðnir smá hræddir. Þetta er smá skilnaðar barnadæmi í uppsiglingu, Það er alveg greinilegt. Já. Og fulli pappinn og allt að gerast, En það er líka, það hefur alveg gerst að fólk hefur hótað ykkur og síðan bara gert það, þegar það er ríkisstuðningur fyrir því. Þannig að, En hann er að gera svo mikið af svo skrýtnu, eins og með Robert Kennedy Jr. og eins og með Líst þér ekki á hann? Nei, mér líst rosalega illa á hann. og eins og með þennan sem ég man ekki hvað heitir, Hege eða eitthvað, sem á að vera yfir varnarmálum, og annar maður sem á að vera yfir FBI. Musk á að vera yfir eitthvað sem allar endur skilgreina ríkis starfsemina. Já, og mér finnst þetta allt rosalega skrítið, en svo verðum við bara á einhverjum tímapunkti líka bara hægt að tala að þetta sé skrítið. Og fara bara að taka þetta fyrir þetta sem þetta er. Já. Og það er líka það sem ég ætlaði að nefna, þó að fyrirsagninar séu súrrealískar og maður einhvern veginn á erfitt með að skilja röksamhengið, að þá þær allar í sömu átt sem einhvern veginn gegn fjölbreytni, gegn mannréttindum, í einhverju svona fasíska átt sem alveg þess virði að vera svolítið óttaslegin við eða hafa áhyggjur af, og þannig virkilega reynir á
öll þessi eftirlitsaðila sem búið að reka. Já, svo er náttúrulega fyrir þetta það er náttúrulega inn í Bandaríkjunum það sé ekki lengur eða sé verið að vinna gegn öryggi hvað heitir það, civic starfsfólks bara eins og með flugslýsi þar sem það eru 67 manns held ég dánir og það er fyrsta sem með því fyrsta sem hann segir er að þetta sé að því að mögulega hafi greindarskert fólk verið að vinna í flugturninum. Það sagði það. Ég meina þú veist, þetta er svona... Við erum að stoppa það að vera að ráða fólk út frá okkur slíkum sjónarmiðum. Já, ekki bara greindarskert, heldur sérst að stefna þeirra diversity, eða sérst fjölmenninga eða fjölbreytni. Já, þetta hefði annarkvort mögulega líka verið kona eða litaður einstaklingur. Þú veist, það var basically það sem að bjó að baki. Ég bara, ég er smá hrædd, sko. Þannig, mér hræddari núna en áður einhvern veginn. Já, ég held að sé ástæðu til. Já. Við þekkjum úr sögunni þar sem að skyndilega og allt í einu er hluti af hópnum skilgreindur sem ógn. Eins og á við ólöglega innflytjendur, á við transfólk, á við fleiri sem er verið að þrengja að. Og þetta, þú veist, þessi bara þetta æði, bara eins og líka Pútín bara með öll háísinn og peningana og bílana og þú veist, þetta er alltaf sama einhvern veginn. Veitu hvernig þykir það? Bara eitthvað svona, þú veist, vera eitthvað svona ríkur kall, eitthvað svona show-off. Það er það sem það er einhvern veginn á endanum. Þetta sé allt bara eitthvað flex. Bara alltaf að vera kallinn eitthvað, já. Valkostur í Þýskaland flaggar konu í forystu. Meloni sem er formaður í flokki sem á beina rætur að rekja í fasetaflokk Mussolini. Hún er kona. Kona getur líka verið kallinn, sko. Það er bara sjaldnar. Við sjáum þetta líka svona talsmenn auðvaldsins eru meira og minna konur. Framkvæmdastjóri SA og framkvæmdastjóri SFS og þetta er allt sem á konur. Já, konur. Heldur að ef að þú hefur svona illt plan, þessi snjallari fyrir að stilla fram konu heldur kalli? Nei, ég var kannski ekkert endilega að meina það, heldur í einhverju uppstillingu. Ég var meira að meina að því ég myndist á það við þig, ég var að horfa á The Fall of Derry, heimildaþættina. Og það er ekkert gaman áhorf, skal ég segja ykkur, og bara, þú veist, það er bara... Hvað er það fyrir ekki? Það er bara rauninni, hann er núna komin í fangilsi, Puff Derry, okkar... Okay. Og þetta er ég bara búin með 3 þætti en bara til að gera okkar er merkingu svona vinur okkar. Já, hann er ekki vinur okkar en þú veist til að gera mjög langa sögu stutta þá er þarna bara maður alveg eins og Harvey Weinstein sem er bara búin að vaða uppi í 40 ár og fremja ræðilega glæpi en hann hefur bara alltaf komist upp með það af því að þú veist, hann er að því að hann var með raunveruleika þátt, að því að hann er ríkur og að því að hann er amerískur og að því að hann er frægur og hann var með raunveruleika þátt á sama tíma á Trump og ég held þegar við munum líta tilbaka eða einhver afkomendur okkar þá muni allt þetta samfélagsmiðla raunveruleika þátt 2000 dót allt einhvern veginn raðast saman í einhvað sem við eigum erfitt með að sjá núna. Ég held allavega að þetta með að dyrka svona þessa dyrkun, það var kannski það sem ég var að meina með kallinn, ekkert endilega konu eða kallinn, bara svona einhver dyrkun, já. Það sem einhver fær svona bara einhvern sess og má ýmislegt sem að öðrum lifist ekki. Hann var víst fyrir snilli sína eða afburðamennsku. Já, sem er kannski engin afburðamennska, heldur bara eitthvað góð markasetning fyrir einhvern hóp. Já, ég meina, þú veist, Elon Musk er ekkert eitthvað svona kláristi kall í heimi. Nei. En hann framleiðir bíla sem að eru nettir. En með netta bíla? Já, hann með netta bíla og þess vegna hlýtur hann að vera frábær. En svo Hitler, hann var með Volkswagen. Já. Svo eiginlega nettari, sko. Bílinn af Hitlers. Sá í myndinni, sko, að P. Diddy, hann var sem sagt kallaður Teflon meistarinn, eða eitthvað sliðis. Líkt og sumir aðrir af því að þú veist, það festist ekkert á honum. Þá er þetta eitthvað sem að við gefum einhverjum svæði af því að hann er svo klár og
það er náttúrulega þekkt í mörgum af þessum Me Too og svona eldri sögum líka að menn komist upp með ótrúlega hluti fyrir að vera afburðar, skilgreindir sem og líka afburðar. bara með ógnarstjórn sem ekkert alltaf sýnilega á bakvið allt flexið bara hótunum og you're fired það Herðu, en Trump svona margskonar, hann tvennskonar. Það annars vegar hann að grafa undan svona líðréttundum innan lands, hann að gefa út tilskipanir að kyni sig bara 2 og skipta nafn á þessu og senda bréf á opinbera starfsmenn og hvetja til að segja upp og hann bara breyta Bandaríkjunum. En svo þetta með Grænlandi náttúrulega svona heimsveldið í landvinninga snýrað okkur svolítið öðruvísi. En ég meina, er það ekki svolítið næf að vera eitthvað hissa að Bandaríki sé með heimsveldastöðnu? Ég get bara vísað ykkur á heilt herbergi sem eru bara bækur heimsveldastöðnu Bandaríkina, það viljið. En íslensk stjórnvöld eru bara eitthvað. Já, það er mjög Var þetta ekki góði gæi? Var þetta ekki með hvítan hatt þessi? Er þetta ekki okkar gæi? Það hefur náttúrulega aldrei verið sko Grænlandi hefur aldrei verið eitthvað það er ekkit undirlendandi í Grænlandi það er að koma ef það er komið núna í fyrst skipti þotuflugvöllur í Nuuk og það er náttúrulega ef að það verður ekki bara heimstyrjöld þá er að gjörbreyta ekonomíinu og allir strúktúr í Grænlandi bara einfallega vegna þess að það er svo dýrt að fara þangað núna en þetta er óbúslega mikil og exotísk og falleg náttúrufegur sem þeir hafa upp á að bjóða en svona sem hernaðarsvæði ég veit það ekki það er hægt að koma einhverju fyrir þarna. Já, Bandaríkin eru með herstu uppi í Túle sem heitir eitthvað annað núna. Já, örugglega, sem að fylgjast með því ef að Rússarnir ætla að senda kjarnorkusprengjur á Bandaríkin, þá fara þeir þar yfir. Já. Þetta er bara stór hluti að varnarkerfi. Þetta snýst bara það, sko, og núna kannski er hægt að nýta þetta land með nýri tækni, skilur, á eitthvað þannig hátt. Námuvinnslu það sem ekki var hægt áður. Gríðarlega auðlindir hann. Já, það er ekki það sem að hann möskveit fá í rafbílana. En það snýst ekki það. Jú, snýst svolítið bara hver ræður þegar ísinn fer. Já, einmitt. Og það er náttúrulega kannski maður fylgist kannski ekki, ég verð ekki vitni að neittni svona meðdund lengur hvað áhrif það hefur á loftslagið til dæmis. Bara það að það sé verið að keppast svæði sem ætti að vera einhvers konar kælingarfaktor bara á plánutuna. Trump hefur enga trú á því. Hann sagði Bandaríkjunum eitt af þessu sem hann gerði allan fyrsta daginn var að segja sig frá Parísarsamkomulaginu. Já. Þannig hann bara hafnar þessu. Já. Þetta sé bara einhverjir svona vógæjar eins og þú sem halda þessi eitthvað vandamál sko. En þetta er náttúrulega ekki og þú ert vandamálið sko. Þú ert vandamálið, ekki loftslagshættan, þú ert vandamálið. En er það ekki líka bara, og þetta getur líka bara verið tvískinnungur að segja sig frá þessu samkomulagi bara því að hann vill að fyrirtækin í landinu geti bara menga meira vild frekar en að fylla upp í einhver samkomulög en samt á sama tíma unnið að hagsmunum sínum í framtíðinni þegar þetta verður orðið bátt ástand sko. Ég einhvern veginn get ekki trúa því að fólk í svona stórum valdastöðum sé í svona mikil afneitum. Mér finnst það mjög skrítið. Það verður alltaf verið alveg stór hópur hérna í Bandaríkjunum sem þetta er alltaf keyrt á peningum þannig að það eru svo ofboðslega sterk öfl sem að vinna með hagsmunum sínum og þess vegna nær aldrei neinn umhverfisumræða neinn fótfestu þarna. Ég held að sé og náttúrulega bara þetta gengur alltaf út á einhvern lobbyisma skilur þetta þannig að Ég sá brotur heimildamynd í vetur svona sem ekki búið þú veist hún var í vinnslu ennþá Bandaríkjunum og gerist á einhverju eyju, ég man ekki hvar og í rauninni er eyjan að sökkva og það býr fólk á þessari eyju þú veist alveg einhverju tugir en þau
sem trúa því ekki sjálf, þau trúa ekki sjálf á loftslagsbreytingar en þau eru samt í bara auga stormsins. Fátækt fólk kýs líka Trump og þú veist, hann ekkert að hjálpa fátæku fólki sko. Þú veist, hann ekki þú veist, ég meina heilbrigðisþjónusta til dæmis bara eitthvað sem að bara í ævintýrunum þú veist, og býrði í Bandaríkjunum þú veist, þá þurfi ekki að borga fyrir fótbrot ekki takkingi heilbrigðisþjónustu. Já, og hann lofaði mitt að lækka skatta. Það var skilst mér svona öxullin í þessum svona og líka náttúrulega bara fordómar og rasismi og allt það sko, en að það sem að kom honum svolítið inn núna aftur hafi verið þessi loforðum að lækka skatta. Svo hef ég líka heyrt að þetta Grænlandsmál sé sko hendin til þess að en ekki virka það innanlands því þú varst að tala um þetta betur að þetta væri svona, þetta var horfað hérna og menn hann var að gera eitthvað annað en það getur alltaf virka innanlands eitthvað Grænland, ég held að það er ekki Bandaríkjunum anskota saman Grænland Já, þetta meina, já Þannig þetta lítur að virka, það lítur að vera þá lítur að vera að gera eitthvað alþjóðlegum vettvangi Já, líka en þetta er náttúrulega sko að því að maður hugsaður að þú sagðir eitthvað með landvinninga eða eitthvað svona þú veist, hann ekki sko eins og með Putin, þetta er eitthvað svona stolt atriði fyrir honum, talandi hérna að flexa sig og alltaf og vera stóri kallinn það er eitthvað svona stolt atriði fyrir honum að reyna að ná Úkraínu þú veist, að hann verði þú veist, maðurinn sem að loksins náði móðurlandinu aftur eða eitthvað skilur það hefur nú verið bent á það sko að það skiptir engum máli hvort þessi Putin eða sovíski kommunistaflokkurinn eða keisarastjórnin hefur aldrei þolað það að Bandaríkin væru að setja upp herstöðar inn í Úkraínu Já. Það er bara inngróið inn í sko hérna því að það eru öryggishagsmunir ríkja sem að stjórna því og ég meina ástæða fyrir að Trump vil taka Grænlandir út af öryggishagsmunum og það er það sem að ræður og það er yfirleitt ekki tengt nefni svona sérstaklega pólitíka bara er hérna svona öryggismat hérna Rússlands að við þolum ekki hafa bandarískar herstöðar á landamærunum. Þegar þú segir einmitt sko að þú veist venjulegi bandaríkjamaðurinn og notabene það er 79% læsi í Bandaríkjunum, gott að vita því, það er 89% læsi í Íran en hérna að sko þau kannski tengi ekki endilega við Grænland en restin af setningunni er til þess að tryggja öryggishagsmuni af því að Kína er með ísbrjótana upp í norðri á leiðinni þannig já, á Rússland hérna, þannig að ógnin við hið óþekkta þetta er svona kannski elsta taktikinn í bókinni hjá bandarískum forsetum George Bush yngri, hann var til dæmis hérna, sagði sig eða reyndi að segja sig út úr Kyoto bókuninni hérna rétt fyrir tvíburaturnana, þú veist, af því hann var á móti alþjóðasamningum og vildi, þú veist, gera Bandaríkin stolt og fann sér síðan óvinn til þess að hatast við þessu voru hryðjuverkamenn þannig að þetta er svona þetta er frekar þekkt atrið í leikbókinni eða maður hugsaður þannig En þið talið svolítið eins og Trump sé frávik en ég láfið að Gagga væri að segja það þið lifið í veröld Trump skilur það, Trump er ekki eitthvað svona skekkja í því þú veist hvernig heimurinn á að vera við erum bara komin inn í heim Trump það er sem Gagga sagði við erum bara að venjast þessum veruleika eða þú veist, já, ég meina við höfum náttúrulega ég og örgulega bara við öll enga reynslu af heldur einhverju stríði eða þú veist, maður veit ekkert hvernig það er, hvernig það byrjar eða eitthvað neginn. Maður er búin að lesa um þetta í sögubókunum og margir svona hrist hausin yfir og þetta var ekki gerð ykkur hérna, þú veist, hérna, hvaða bók var það aftur sem að þú veist, kendi skólakrökkum af hverju nasismin var til. Var það ekki bara kendi stólum mig núna, eitthvað sem ég las í ensku. Allavega þú veist, ég held að hérna, að það sé nokkuð ljóst að þetta er bara orðið veruleiki og það er eitthvað í uppsiglingu sko. Þú veist, það er verið að eyða milljörðum hérna sko. Já, það er náttúrulega mjög það er það sem er náttúrulega undan hefur gengið mann kom það alveg dálítið á óvart fyrir nokkrum vikum eða mánuðum þegar þú veist, maður sá myndir í fréttunum af einhverjum Lundunarbryggjum og þú veist, fullt af gröfum og allt í gangi og maður svona, já, það var skrítið sko. Það var nú rökstutt af utanríkisráðherrunum að við værum í varnarbandalagi NATO og við værum í baráttu fyrir frjálsa heim og við erum að vera fullgildur meðlumur
og við erum að taka meiri þátteldur hingað til. Já, en við verðum að vera upplýst það. Já. Finnst mér. Við verðum að fá að vita þetta og líka bara, maður þarf bara, vera með á nótunum. Ég hugsaði líka, þú ert að tala raunveruleikan og fráviki og þetta. Ég hef verið bæði í Rúmeníu og Suður-Afríku og þegar maður var til dæmis í Suður-Afríku og maður fer að því aðskilnaðar stefnu safnið og maður með, þú veist, og maður einhvern veginn og svo bara eitthvað, þú veist, ég var 2003 og þú veist, þetta verður allt gerist allt 1994 og myndefni frá því og þá maður einmitt bara, hvernig gat þetta einhvern veginn bara viðgengist og maður fer og tala við, þú veist, foreldra sína og bara, hvernig gastu þetta? Hvernig var þetta hægt? Eða þið vitið, eða lappar götur í Rúmeníu og þarna var einhver einræðisherra og þið vitið, og svo einhvern veginn, það svo, ég held að við séum inn í þessu núna. Ég held að við séum inn í einhverju mjög erfiðu. Það búið auðvelt núna að finna svona samhljóminn eins og þetta með Grænland og Panama og Kanada og Kanada það var maður fyrir svona 90 árum. Hann sagði eitthvað svona, ég meina, það meikir ekkert sens að þýska þjóðin sem skipta á milli Þýskalands og Austurríkis og með svona auðvitað að sameina þetta bara. Það bara, við getum sterkari þjóð út úr því og að þeir séu þjóðvirar í Súdetahéraðunum og ef ekki að sameina það inn og ekki út af öryggisjónarmiðum okkur að við verðum að taka Tékkóslóvakíu eða hvað það hétt á. Já. Og þar undir göttunum. Og hann kastaði þessu fram og það bara fikk ágætis, það var ekki sem að andmælti þessu nógu hart þannig að þeir kildu bara á þetta. Og þar var það allir ekki þreyttir á þessu svona persónufrelsi og svona sem að veður uppi og hafi komið til Berlína nýlega þegar maður kemur úr sveitinni og maður sér það eru bara kynvillingar þar á göttunum og þetta bara óþolandi að sjá það hvernig þeir sörgar okkar menningu og svona, það ekki að fara að taka til í þessu og hann bara kastaði þessu fram og svo bara kildi á það. En sömuleyti finnst mér þetta bara að vera orðið svo yfirgengilega líkt Þetta kallast á þennan tíma og maður velti fyrir sig líka hvort að sé einhver svefndóði í bara heiminum líka bara að við séum bara ekki vakandi fyrir því þegar einmitt eitthvað svona grassar upp og sjáum ekki merkin og náttúrulega að því að líka við erum þessi kynslóð sem að þekkir þetta eins og Gagga segir ekki við þekkjum þetta ekki á eigin skinni við munum ekki, við lesum heimsstyrjöldina við munum það ekki við vorum sáum 9/11 en þú veist það bara eitthvað var það búið til eða þú veist maður veit ekki hvað það var en það eina sem það var bara þú veist einhver árekstur á einhverja byggingu það var ekki svona styrjöld og heimstyrjöld þar sem fólk missir réttindin sín og heimili sín og Birgitta, hvað varst þú gömul? Hvað var ég gömul? 2001 Tryggja. Já, ég man ekki eftir því. Þú ert ekki komið til vits og ára Nei Ég var að hugsa einmitt að því að við erum alltaf að tala um þetta með að fara sofandi eða feigðar ósi og vera vakandi og þú veist vita hvenær á að stoppa einhvern veginn það bara það erfiðasta sem maður getur gert og einmitt þú veist fólk sem að býr á eyju sem maður að sökkva spurningin hvenær tekur ákvörðun að fara hvenær tekur ákvörðun að gera eitthvað í málunum það getur verið svo ótrúlega þú veist erfitt þegar þú þarft líka bara að fara út í búð og kaupa mjólk. Þar sem þau ættu að gera þarna því þetta var náttúrulega var að kjósa hann aftur. Já. Af því hann ætlaði að bjarga þeim. Já. Það var alveg mjög skýrt og þau voru mjög reið út í svona einmitt vók kvikmyndagerðar konurnar þarna. Svo voru að halda því fram að yfirborðið var að hækka. Já. Og á sama tíma eru þau ekki bara að stoppa loftslagsþróunina þó hvort sem þið kjósa. En svo fann maður alveg til með þeim líka maður var ekki eitthvað svona hvað þetta heimst fólk enga veginn, það var einhvern veginn svona bara það var mjög erfitt en svo kannski aðalatrið með Trump að fólk kaus hana því að valkosturinn sem var hinum megin var bara ekki góður algjörlega og kerfin að hrynja eins og allir segja ég mitt ég er að lesa bók þessi dagana
eftir Sadiq Khan sem var borgarstjóri London. Hann var einmitt að tala um að sko ef þú ætlar að keyra áfram á persónupólitík eins og hann gerði ekki að þá þarftu fyrst að búa til narratífinu að kerfin virki ekki. Svo og þegar allir halda að kerfin virki ekki eða þú veist það sé ekki hægt að bera ábyrgð á neinu eða þú veist enginn mun geta laga loftslagsmálin og svo framvegis þá ertu komið niður á ákveðið level þar sem þetta snýst bara að allir séu asnar og þú séu flottur. Það koma fólki aftur upp á að tala málefni, það alveg hægt. Það bara hægt að tala að ábyrgð sé bara gerlegur þáttur. Hvar það gert? Hvar það tekist? Þar á meðal hjá hans stjórnartíð við að gera lilla bæinn sinn London umhverfisvænni. Já, einmitt og auðvitað þú veist kerfi bila og það þarf að laga kerfi og þau ekki fullkomin, það alveg rétt þannig að þetta er kannski meira stemning sem þarf að brjóta. Ég held það sko. Heldur en eða svona og líka bara svona spurning hvort stemningin sem fylgir því að bera ábyrgð á eigin gjörðum og að starfa eftir einhverju siðferði og svo framvegis þurfi alltaf að vera snúast svona refsingar og að tala niður alla sem gera eitthvað skakt, skilur mig. Þannig að þú veist hvort það sé bara spurning að það sé hægt bara taka ábyrgð og svo halda áfram með lífið, skilur mig. En sko að þú nefnir London, það sem að svona sérstakt kjördæmi, ég segjum að landsframleiðsla manns 100 í London, þá var kannski 50 í norðurhéruðum. Og verkamannaflokkurinn hann í mörgu kosningum reyndi að fara út úr London með sitt erindi og skítapaði bara landinu og það sama á við það vant sko Trump hefur eitthvað sérstaklega stuðning í sko New York eða Austurströndinni eða Kaliforníu sko. Nei, þannig að það narratív sem hann náði í gegn í London þú getur ekki farið með þetta út úr París eða út úr New York eða út úr LA eða þú getur ekki farið með þetta út úr Berlín. Ég er að tala um mann daginn sem er giftur konu sem er svona öðruvís á litin heldur en Þjóðverjar vilja vera. Þau verða að fljúga út úr Berlín. Því það er bara svo mikil áriti að því að það er bara inn í miðju Austurberlín í minnu riðbeltinu í Þýskalandi að það er bara erfitt orðið að ferðast þar út af sko andúð og hatri og leiðendum sko. Svona getur munur verið. Svo ég meina þegar við verið í Berlín sko, þar er bara haldið að sé allt bara happy go lucky. En svo ertu bara komin aðeins út fyrir að þá ertu bara komin í aðra veruleika. Og þetta er kannski vandamál í þessu samfélagum að þau eru bara slitna og brotna og þau hangi ekki saman. Nei, og borgir eru orðnar bara svolítið eins og sérlönd náttúrulega. Algjörlega. Ég held líka vandamáli sé, þú veist, bara vandamál mannkins, við fyrir bara alveg, er það að við erum alltaf að útiloka þessa hópa. Og þessi hópur sem að kaus Trump í Bandaríkjunum er fólk sem að enginn var að hlusta á, enginn var að horfa á, enginn var að trúa á og talaði bara niður og gerði grínað. Skilurðu? Við erum alltaf að tala niður í stað þess að hlusta og jafnvel fólk sem er með mjög erfiðar skoðanir að þú veist bara kynþáttahatur eða þú veist í hverju svo sem það felst að við getum þú veist einhvern veginn sest niður með fólki og hlusta á það og svo talað það í staðin fyrir að þú veist að það sé bara eitthvað skurður, þeir eru fáiðar við erum klárar en þið, við ráðum þessu skilurðu og þá gerir að því að það er svo ofboðslega stór afskiptir hópur í Bandaríkjunum sem fær ekki sömu menntun og fær ekki sömu kjör og er bara í einhverju fátæktargildir sem við skiljum ekkert skilur við komumst aldrei upp úr henni það er ekki möguleiki En ef ég held áfram með að við lifum tíma Trump þá getur saga verið þessi þetta var afstaða kannski okkar gagnvart hinum en Pétur, nú eru bara hinir búin að ná völdum og þau segja við þig ég nenni ekki að hlusta á þig. Það er þú sem er asni. Ætlar þú að koma núna og fara að tala við mig og við að hittast eitthvað okkur middlegránd. Þú ætlar að segja þessi asni í 20 ár. Þannig að við munum ekki hlusta á þig næstu svona 40 árin. Það er það sem ég segja að lifa allt inn í tíma Trump. Já, það er samt þannig að þetta mun koma þeim öllum illa líka. Já. Það verður bara allt hræðilegt.
Já, þú segir það. Já, það er þannig. Já, það sagði líka Hillary þegar hún kom og sagði já, en ég meina... Þið verðið að styðja hérna alþjóðavæðinguna og þetta allt að koma. Ég veit þetta verður erfiðleikar eitthvað tímabundi en við höfum lyft fólki úr fátækt í Kína og þetta allt saman að koma og allt á réttir í leið og það sagði fólki bara hvaða rugl er þetta? Þessi manneski bara að koma hérna og lofa einhverju bótum hjá okkar lífi ár eftir ár eftir ár, hún er aldrei staðið við neitt. En svona mannhatur og kynþáttahatur, það er bara ekkert að fara að virka neinstaðar nokkuð tíman á neinum tíma. Nei. Ég held að mig alveg líka minna sig á að... Já, en það mun alltaf... Þú varst í safninu í Suður Afríku. Hvað varði það lengi? Það er ennþá, sjáðu bara Elon Musk, skilur þú veist, hann er bara afurð þess að hafa allir starf upp. Hvað gerir ráð fyrir að Trump verði lengi við völd? Nú maðurinn hundgamall og það kemur þar bara biðraðir til þess að taka við á hann sko. Já, það er talað sko þið sjáuð hérna alla þess að dúta þú veist hérna Bezos og Musk og Zuckerberg og hvað heitir hann hérna Baby Farms líka sem er að raunverulega þeir sátt allir hlið við hlið og það er talað um að þetta séu bara orðnir svona tækni ólíkarkar svo vilja þeir bara hafa búið til staði þar sem að það verða bara konur frjókaðar með sæði þeirra og þetta er bara hérna Handmaid's Tale. Það er þannig og þetta er alveg vita mál og hefur alveg komið fram bara í virtum fjölmiðlum og hann þarna líka Epstein, ætlaði sér þetta líka Harvey. Ég held að þú nefnir þetta að Trump sé gamall. Ég hef aldrei, mér finnst alltaf fundist þetta að vera annarleg rök svona að hans er gamall og þessi svo bundið honum persónulega, ég hef ekki haft það á tilvíku. Mér finnst það vera hluti af að sumuleyti hafa viðbröðum við uppgangi fasismans vera svona eðlileg viðbröð, það er bara play dead, bara liggjum svona og vonum þetta líði hjá og hluti af því er að segja já við býðum bara 100 að Trump er döður. Og ég get alveg lofaði því að þetta er ekki góð varnarviðbröð við það sem er verið að sko bara að brjóta niður minna allt sem er þó einhvers virði í samfélagi okkar sko. Það er bara mannréttindi. En Hitler náttúrulega, þetta lagaðist þegar hann drafst. Já, hann drafst sko þegar rauði herinn var komin sko bara á tröppum. Já, það var alltaf bara hann tapaði þessari heimstyrjöld sko. Já. En það er ekki víst að þeir tapið þessari heimstyrjöld. Skrítið með og þó þeir tapið, þú veist, hugsi ykkur samt bara þó að Hitler hafi tapað þessu stríði þú veist, hversu mikinn usla hversu miklum usla hann olli og hversu mörg líf urðu í vegi þú veist, það er líka, þú veist, að þetta er ekki bara endgame, þú veist, þetta er líka vegurinn. Sigurinn kostaði Sovjetmenn 80 milljónir mannslífa. Já, en hvað er sko Úkraínustíði búið að kosta bara hérna Rússland? Það hlýtur að vera þeir ekki að fara í neina heimstyrjöld heldur sko. Ég hef aldrei haft þess að trú á dóminókenningunni sem eru alltaf verið notuð hjá Bandaríkjunum að við erum að verjast þarna í Kóru og við erum að verjast í Víetnam því annars myndi sko kommunismin fara yfir allan heiminn. Þetta verið notað í Úkraínustríðinu að Putin væri með plan að leggja undir sig Vestur-Evrópu. Kannski hefur þróun stríðsins þannig því að það er náttúrulega afhjúpast að Vestur-Evrópa og Vesturveldin get ekki varist rússneska hernum sem við áttum að hlæja fyrir 2 árum. Það væri bara með skóflur og væri illa skipulaður og væri bara tímaðspursmál kannar uppreist gegn stjórnvöldum og öðru slíku. Að núna bara hægt og bítandi þá bara er rússneski herinn að vinna sko. Allt sem við áttum að vera með tæknir í vopn og hvernig muni ekki eftir þessu. Jú, en akkur finnst þér hann vera á mér fannst ekki upp af því en mesta ógnin hann er ekki eftir búin að ná Úkraínu eftir hvað er þetta stríð orðið gamalt? 2-3 ár? Já, það er eitthvað að ganga því miður betur núna. Já, en það er samt búið að taka allan annan tíma sko. Það er ekki ég held að Rússland hafi það bara ágætt það er hagvöxtur í landinu og svona það er Evrópa sem er í bara tómu tjóni Rússland er búin að byggja upp hergagna framleiðslu þannig að þeir geta staðið í þessu stríði Vestur-Evrópa er búin að tæma allar sínar hergagna geymslur og búin að afhjúpa það að þau eru eiginlega varnarlaus ég veit það ekki Jó, miskilningu var að norður kóriskir hermenn væri að stráfalla á víglínum við Úkraínu og það væri ekkert sérstaklega mikið af auðlindum að grípa í Rússlandsmegin en það er kannski bara eitthvað sem ég hef ekki kynnt mér nú vel.
Ég bara heyrði frá Úkraínumönnum að ég gerði þetta lag að og fengi til að spila með Úkraínumönnum og þeir segðu mig bara að það væri bara einhver munnur einhver starf. Þetta bara svona eitt dæmi, svona einhver dæmisaga úr þessu stríði. Það sem að, þú veist, það var alveg klárt mála ef að, þú veist, Rússarnir kæmu inn þennan munn, þá myndið bara, þú veist, þeir væri bara með vélbyssur að taka mótið þeim. Og þeir sendu bara endalust af fólki, bara að drepast þarna. Og þetta var bara, þú veist, maðurinn sem var að manna þessa byssu var bara að drepa hundruðir á dag. Hugsið ykkur, þú veist, af börnunum okkar, þannig séð sko. Þetta bara svona börn, þetta 20 ára strákar eða eitthvað. Ekki Trump að setja þetta einmitt líka inn hjá þeim? Að það verði ykkur herskylda aftur á alls konar unglinga? Í Úkraínu. Í Bandaríkjunum? Í Úkraínu er það komið niður í 18 ár og nú að fara að kalla á þá sem að flúðu. Við verðum komið ákallinga að við sendum þau aftur heim ef það er ykkur kallar hér. En sko stríðið er náttúrulega bara horror og hryllingur. Þetta er algjört. Það gera allt til þess að stöðva það, bara í kvelli. Og allt þetta tal svona eins og réttlátt stríð og við verðum að berjast fyrir frelsið og svona, ég held að það kosta það kosta marg mannslíf. Ég meina, hver á að reisa við Úkraínu? Það er bara horfnar heilu kynslóðirnar. Það er alltaf til fólk svona sem er bara á barneignaldri. Þannig hefur náttúrulega, þú veist, hagvöxturinn í Bandaríkjunum og þessi stríðsrekstur gengið, sko, þeir hafa náttúrulega bara komið inn og með kaos eyðilagt allt með og eitt fullt af peningum í það og svo koma verktakarnir og byggja það upp aftur, þannig að þú veist, þetta er algjör svona svekamela, sko, þeir græða bæði á stríðinu og uppbyggingunni. En ekki þeir sem að búi í Londonu, sko? Nei, ekki þeir sem búi í Londonu. Uppbygging Írak eða uppbygging Afganistan eða uppbygging Líbíu. Nei. Þetta er ekki, þetta er bara... Nei, það er bara þeir sem græða, sko. Já. En það að þú segir, sko, að við séum bara, ég man ekki hvernig orðar það, sofandi feigðarósi, en Play dead. Já, play dead dæmið. En hvað finnst þér að hvað getum við gert? Ég held að við erum að taka bara mjög alvarlega uppgang fasismans í okkar heimsluta. Taka bara mjög alvarlega að það er bara, og við erum að velta því fyrir okkur, sko, ég pröfu að orða við þetta borða, þegar við erum að tala um svona ungkarra sem eru svona hrifnir af kirkju. Já, kirkjunni kom en ég meina einhverjir af þeim eru kannski bara að því þetta er að þeim aldri að það er kemur yfir fólk svona mikil trúnhegð stundum. Church bros. Maður getur ekki efast svona hvern og einn þeirra. Þetta er hluti af þessum kultúr. Og við heyrum það bara að hlutur kallsins í að verja konuna og konan er að vera heima og vinna og svona vera markasetja aftur svona kynja hlutverk sem eru svo hefðbundin en eru bara tilheyra ákveðnu tímabili í sögunni. Og ýmislegt svona að við eigum ekki að vera að reisa við hinn veika og þjáða og fátaka því að þá erum við að eyðileggja samfélagið og útbreiða hér aumingjaskap. Við eigum að styðja hinn sterka og öfluga og þess vegna eigum við að dorsta Musk og fela honum sem mest völd og eitthvað svona. Og strákarnir okkar eiga að vera að falla fyrir þessu. Og þá finnst mér eða spurningi, sko, ef við komum með svona góðsuguna leið eftirstríðsárana, að við værum að reyna að byggja upp samfélag sem verður byggt á jafnrétti og auknum jöfnuði, eins og þú segir, að það græði allir á því. Akkur tekst okkur ekki að selja þetta, sko? Akkur tekst okkur ekki að selja humanisman? Akkur tekst okkur ekki að selja samkennd og mannúð og allt í einu sko grimmd og andstyggilegheit og það á, ég er þú veist, ég er kall. Kannski að því við erum ennþá ég nýt, þú veist, mikil svona söguleg sess yfir þig og ég ætla þetta að nota það verður annars skar að vera nú móðgunni við kallkynnið ef ég myndi ekki nota afl mitt og vald. Eitt sem þú sagðir þarna, þú talaðir aumingjaskap. Ég held að það sé svolítið lykil orð þarna. Þetta gamla sem við þekkjum alveg í okkar landi og þetta aumingjaskapur. Ég er ekki aumingi og þetta er einhvern veginn sama og talar inn í fleggskaurinn líka og einmitt og svo er þetta örugglega einhverjir menn sem hafa verið litli strákar sem hafa verið lamdir af mömmu sinni og kallaðir aumingjar. En þetta, þú veist... Það eru möskufélagar. Já, og bara við ekki þennan aumingjaskap. Við höfum bara að embracea allan aumingjaskap, sko. Já, sko, karlmennskan er búin að vera í krísu. Já. Og
karlmenn hafa ekkert vitað alveg í hvern fótinn er að stíga, þá ég sérstaklega að tala unga karlmenn sem komu upp og fá ákveðin skilaboð bara á TikTok og svona hvað ógeðslegt og hvað allt sem þeir standa fyrir ógeðslegt, allt sem þeir hugsa hálf ógeðslegt og svona og og þeir vita raunverulega ekkert hvað raunverulega kallmennska held ég og ég held að þá kemur svona verður til ákveðið svona vakuum í samfélaginu það sem að bara rosa mikið af einhverjum svona ráðvilltum ungum mönnum og þá verður til svona krabbamenn eins og Andrew Tate og og þá hópaði sig og hann segir bara allt lagi að vera þú veist, með þessar hugsanir og svona, þú veist, og þú átt bara að vera svona og kemur eitthvað svona skrítin toxic svona, macho eitthvað kennslustund frá algjörlega frá manni sem bara hefur enga Þetta samt ekkert nýtt, þetta bara samt alltaf á sömu bókina lagt P. Diddy, Trump þú veist, þetta bara alltaf sama bara eitthvað, vera vondur konur vera með kynþáttaníð bara eiga flottan bíl skiljiði, þetta bara eitthvað að vera eitthvað drulluhaus Já, en þetta samt sko að því að sko frá og með MeToo-hreyfingunni þá gerist eitthvað í fyrsta skipti í sögunni samt sko Já þú veist, og það má ekki það má ekki horfa fram hjá því og segja að það hafa alltaf verið svona það gerðist og það hefur það gengur náttúrulega pendullin fer náttúrulega líka og langt skilurðu í að ofsækja bara alla sem eru með tippa milli fótanna og þannig og það ásir ekki stað ákveðin umræða sem að þarf að eiga sér stað og það þarf að byggja upp þú veist, réttar fyrirmyndir skilurðu, fyrir unga menn að þeir viti að þú veist, það alltaf að vera karlmaður en maður gerir samt ekki svona skilurðu og allt þetta Ég held samt bara fyrir hvort sem við erum konur að menn allir að segja tími sem við höfum verið að lifa og nú erum við örugglega á svipuðum aldri og eins og þetta þegar maður að horfa einmitt á þessar myndir og tilbaka 20 ára aftur í tíma það alltaf verður í kringum aldamótin brjálaðislegt bakslag til dæmis í feminisma þið vitið, það bara allir á G-streng og Britney Spears 16 ára og þú veist, og það bara alls konar hlutir sem bara eru í lagi sem bara alls ekki í lagi og maður hvítnar við tilhugsunina. Svo bara hvað stelpur mála sig bara þegar þú ferð í menntaskóla Já, til dæmis þú veist, en það kannski Þetta var ekki svona þegar ég var ungur Nei, en þetta líka vont fyrir alla strákana að það þurfa að standa undir þessu hvort sem það núna eða þá því að Guð minn góður, maður veit bara hvað, þú veist, að menn eru þú veist, þetta bara ein típa af manni Sjálfsvíðstíðni karlmanna hefur aukist og reynda sjálfsvíðstíðni yfir höfuð en þú veist, það hefur alltaf verið miklu fleiri karlmenn það eitthvað rosa mikið sko lokað inni þarna í hjörtum manna sem að bara, þú veist, kemst ekki út og við þurfum einhvern veginn að þú veist, bara hugsa fólk og hlusta fólk ég held að það sé Já, og líka bara ekki gera fasismann svona hátt undir höfði. Mér finnst hann bara yfirstíganlegur, ef ég á að segja alveg eins og þess vegna finnst mér alveg þveröfugt við það sem þú túlkaði hjá mér. Þú ert að taka breyta á það? Nei, nefnilega ekki. Heldur segja bara, þetta frávik, ég ekki sammála þessu og ég til að berjast gegn þessu. Og það eiginlega sko svona lykilmunurinn finnst mér á því sko, að því núna finnst mér eins og þegar maður bara fylgist með fjölmiðlum viku eftir viku síðan Trump tók við eða við það fara að taka við. Að við förum svo mikið í svona rassalvarleik bara, akkur gera þetta, akkur og gerum ekkert, skiljum við en þetta ekki fyrsti fasistinn sem hefur komið í mannkynssögunni og hann verður ekki svo síðasti en eins og bara mannréttindayfirlýsingin var samin af ástæðu og kemur sem viðbragð við þessu ég sko á þeim svona síðustu ánum sem ég verið að fylgjast með fréttum, ég hef ekki heyrt tala mikið seinni heimsstyrjöldina bara svo ég man eftir mér en það það kannski bara ég vona og þú veist vonandi getur maður haft áhrif á það en vonandi við að komast á svona never again moment aftur þar sem við getum bara aftur bara í borðið og sagt þú veist við viljum einhver gildi, við viljum eitthvað sem við svona trúum á frekarinn einmitt bara að horfa á kallinn Já, og það líka kannski gott að þú veist horfa svolítið
einmitt tilbaka þessi 100-120 ár þú veist, sem að við höfum svona í opnu minni einhvern veginn í samfélaginu að skoða þú veist á hverju þessi gildi eru byggð þú veist þess að við tölum einmitt karlmennskuna og þú veist á 20. öld þá var einhvern veginn til dæmis í Bandaríkjunum ímyndin fjölskyldu föðurinn það svona íkon karlmennskunar og hann á að vera verndandi nærvera, hann á að vera frábær og konan á að vera þú veist, honum heima og framleiða börn. Þetta eru gildi stríðsreksturs líka. Þú veist, þetta fjölskyldan sem þú átt að berjast fyrir í stríði. Þetta konan á að framleiða börn sem annarkvort hermenn eða fólk sem fer í verksmiðjur og vinnur. Og þú veist, maður þarf svolítið að krifja líka þessi gildi og skoða hvaðan þau koma, hvort maður sé sammála þeim og þá hugsa, þú veist, þessi kyrfilegu kynjahlutverk sem til dæmis Trump núna að koma fastlega aftur inn með, 2 kyn, hvaðan, þú veist, hverjum þjóna þessi gildi ef að konur eignast fara í bara fullt af frjókunum, eignast endalaust af börnum, þetta til þess að drífa hagkerfið áfram og maður þarf að muna sérstök tegund af börnum samt á litinn og það veist það Já, þú veist, bursið frá því en þú veist bara það nóg fólki alls staðar til þess að drífa hagkerfið áfram Það stefna hérna til dæmis Meloni á Ítalíu og Le Pen í Fraklandi að vera með aðgerið til þess að örva barneignir okkar kvenna og stoppa aðkomu flóttafólks inn í löndin okkar til þess að þjóðin verði rein og þetta ég meina Le Pen mun líklega stýra Fraklandi eftir svona 2 ár, Meloni stýrir Ítalíu. Þetta stefnan hjá valkosti fyrir Þýskaland sem að líklega fer inn í ríkisstjórn með kristilegu demókrötum í lok næsta mánaðar. Af hverju þetta Þetta stefnan á frelsisflokknum í Noregi sem að mælist núna þegar það verður búið til kosninga, eða það ekki búið til kosninga beint, það verður kosið þar seinna árinu. Þeir eru með eitthvað 27% á meðan að verkamannaflokkurinn með 80% og hægri flokkur með 80%. Þetta bara stefna, megin stefna stjórnmála í okkar heimsluta. Og þetta svo hræðilega umræða, því eins og núna við getum auðvitað ekkert sett okkur í þau spór verandi bara hvít og en fólk sem að, þú veist, af öðrum kynþætti, því líður ekki vel. Það bara hræðileg umræða. Þú veist, þetta hefur áhrif, þetta allstaðar. Hvort sem þú ert að lesa bara íslenska fjölmiðla með einhver hjón í Borgarnesi í bíltúr eða bara heimsumræðina. Þú ert ekki ekta. Og bara, þú veist, samfélag okkar og þú ert aðskotakvíti. Þú ert bara í hættu, þú veist, þú ert ekki velkomin. Og það spurning hvort að þetta með Grænland og fólk leifir sér að tala svona um Grænland af því að, þú veist, partur af fólkin sem býr á Grænlandi eru innfæddir og eru ekki hvítir og líða einmitt fyrir það í Danmörku. Ameríski frumbyggjar bentu nú á það einhver talsmaður að minna Grænlendinga á að það væri nú ekki búið að fara sérlega vel með frumbyggja í Ameríku. Bara svona baða myndi á það svona í. En það eru Grænlendingar ekkert sáttir heldur sko. Nei, auðvitað ekki. Það náttúrulega bara ræðilega, Ég hefur rosa mikla trú á yngri kynslóðum samt sko. Og mér finnst svona, þú veist, mér finnst bara hugsa bara dætur mínar og tengdar svona og svona að, þú veist, þau eru rosa upptekin af svona umræðu og með sterkar skoðanir og mennta mig oft og svona og ég held að ég ætla að trúa því að að þetta ákveðin svona vaxtarverkir, þú veist, þetta svona post-me too bakslag og svo kemur líka koma þessir síðustu kallar Putin og sem á síðustu mötrunum, bæði Putin og Trump, þú veist, þetta eru gamlir menn að, þú veist, það getur alveg komið ykkur, þú veist, Elon Musk og þetta getur alltaf komið ykkur fasisti í fasista stað sko, en
En það spurning hvort að kjósendurnir eru líka, þetta líka eins og þú bendir á með kreppuna, þú veist, kreppan skapar ákveðna reiði sem resonerar í okkur og þess vegna verður við, þú veist, að kjósa á móti því sem búið að vera vont við okkur og svona að það þarf bara svo miklu meiri mildi. Já, Trump hann er náttúrulega búin að vera seleb svo lengi, hann er svo þekktur, hann er, það er erfitt að fara í skónans strax, það er alveg rétt, hann er einhver stærð. Þú veist, hann er he's been around. Ég kíkti á skugakostingarnar að því þú trúi ungu fólki fyrir kostingarnar. Þar var Sjálfstæðisflokkurinn hæstur með 19,6, svo kom Miðflokkurinn með 19, svo kom Samfylkingin með 12% held ég, og svo svona minna. Það er ekki alveg að sjá þetta, ég held að sé frekar sko að ungt fólk sé í svona einhverju ferð til hægri. Það getur verið að það sé bara einhver vikur eða missir því, en það var augljóst svona í kringu kostingarnar og við sáum til dæmis fylgi Miðflokksins bara sterkt á meðal ungra karla. Það er líka bara spurning hvað eigum við með ungt fólk, þú veist, eins og fólk af minni kynslóð, þú veist, við vorum svona fyrst á Instagram og það er rosalega mikið af svona Instagram aktivisma sem að svona elur okkur upp, þú veist, bara frá svona 14 til 20 og þetta er að hverfa hjá unga fólkinu núna því að þau eru meira á TikTok og þú veist svona, hvað heitir þetta, svona skammiðla veitum og þar einmitt ríkir meiri óreiða, ríkir meiri minna upplýsingarlæsi og þá einmitt kemur þetta flex inn sko, þau eru oft gjarnan að sækja meira í flexið og meira í töff og ég held að þetta sé svona einhvers konar níhilismi sko. Þeim er bara, það er einhvern veginn allt búið að bregðast, þau eru fædd inn í heim, þú veist, ég fæðist 98 og þá er sko, þú veist, búið að brjóta ábyggilega 3 eða 4 hitamett í heiminum, þú veist, en og þau eru fædd kannski 10-15 árum setna og þú veist, það fylgir þessu ákveðin svona dofi og bara absúrdismi og ég held að þú veist, þau hengja sér svolítið á einmitt bara persónutöfra því að það eitthvað sem þau skilja. Það hína lausninar virðast ekki hafa virkað og ekkert sem bendi til þess að virki. Og ekkert sem þau geta gert. Það er samt, alltaf og það verður alltaf, þú veist, leiðtoginn skiptir alltaf máli, það er alveg sem hver stefnan er á bakvið, þú getur ekki verið með þú veist, fullkomna stefnu og svo sett bara einhvern pappakassa í frontin og ætlast til þess að fólk kjósi það sko. Það gerist ekki, það hefur aldrei gerst. Ég talandi kynslóðunar að ég hef verið fylgjandi að börn ætti að hafa kosningarétt sem er svona langt mál að segja frá og þannig ég gaf dóttur minni atkvæði mitt, byrjaði þegar hún var 9 ára, hún er nú orðin 17 ára og ég bara kosið það sem hún hefur sagt mér ekki að. Þannig við ræðum stundur svona fyrir kosningar pólitík. Og svo var ég að segja við hana, en ertu ekki hlynnt í að börn hafi kosningarétt? Nei. Nú, okkur ekki. Þú þekkir ekki mína kynslapappi. Mín stelpa sagði þetta líka. Það verða bara, þá bara upplifaður að það er eitthvað sko meiri háttar í gangi í hugmyndaheiminum sem er bara einhver leiti, mér finnst þú upplifað sem ógægjaldi sko. Já. Þið eru mjög fljót að fara að hoppa á vagna, ég finn það alveg sko. Þú veist, þegar það er eitthvað trend í gangi á TikTok eða hvað þú veist, og þá er það mjög fljót að svona, þú veist, áðins kannski að spyrja allra spurningana eða eiga þú veist, áðins að það eigi sér stað umræða af hverju þetta en ekki. Það er líka svo flókin heimur einhvern veginn að vita í dag hvaðan upplýsingarnir koma fyrir þau í þessu stutta og hvað vakir að baki og allt bara eins og í tölvuleikjum ef maður er ekki einhvern veginn stöðugt að fylgjast með litlum krökkum þá þú veist, þá er allt innu bara einhverju heilu vörumerkin búin að kaupa einhverju heima og maður er bara eitthvað þú veist, þetta er erfitt einhvern veginn af því að það er svo rosalegt áreiti alveg svakalegt áreiti það er engin kynslóð upplifað annað. Ég held ekki, af því að þú veist, manni finnst maður alveg sjálfur hafa upplifað eitthvað áreiti og 4 ára samkeppnir og MTV og eitthvað en ef þið vitið eitthvað svona en þetta er bara þetta er svo hratt klift, Já, það meira svona, þú veist, einhverja glansmyndir alltaf þetta er eitthvað alveg nýtt Þetta er alveg bara og þetta er á pari við einhvers konar heilaþvott og ég meina það kallast á við
1984 En auðvitað verða þau kannski líka klár í það bara að lesa, þú veist, þau eru klár og bara flokka og vita og þú veist. Þess vegna tengi ég líka við það sem Pétur var að segja sko, með trúna unga fólkið sem að þó þessi kosning hafið annað byrst. Já, það meira, það í svona PISA-konninu þá fyrir samkennd minkandi. Þú þarft ekki að hafa trú ungu fólki en ég ætla samt að vinna ungu fólki og meirist að degi og mæti í framhaldsskóla. Ég er bara að vísa á að það er margt sem að er í sko rannsóknum og niðurstöðum sem að benda til þess að þetta sé ekki alveg þannig en þetta höfum við alltaf trú ungu fólki. Já, algjörlega, og ef þú talar við ungt fólk þá kannski hittur á fólk sem er sko færara en við sem sittum við þetta borð í að greina úr einmitt áreiti eða upplýsingar sem kannski þarf ekki að taka mark á og er kannski bara svolítið til í þetta samfélag að taka ábyrgð á því og vinni því og mér finnst þetta rosa áhugavert einmitt að vinna með sko ungum aktivistum í dag sem eru sem eru þá sko veist, eldri systkini þeirra voru í þessari Instagram bylgju sem þú ert að lýsa og þau eru bara að reyna að finna sitt mál, til dæmis eins og þeirra samskipti eru ekki gegnum samfélagsmiðla þeim finnst það bara truflandi þannig að maður þarf að senda þeim bein skilaboð eða hringja til þess að ná þau þess að ég er ekki að fara að fylgjast með einhverju chatti og þannig að þau ná bara greina á milli þeim finnst bara meira alvöru að mæta á staðinn sem er eitthvað sem sko fyrir sko í gegnum COVID var maður bara svona það er ekki að fara að gerast þannig að það er alltaf einhver ný trend að sko myndast og ég held að það sé mjög áhugavert sko ef maður bara setur þær forsendur strax að maður ber virðingu fyrir ungu fólki en maður er ekki endilega að ætlast til þess að þau séu með öll svörin af því að þau eru ungt fólk auðvitað hoppaðu og lestir, það er það sem við gerum það, skilur Já, og við þurfum einhvern veginn að geta varið þau fyrir svona grímulausum 100%. Áreiti sem að bara við vitum að er einhvern veginn er eitthvað stríð líka samtímans eða þannig, þú veist þetta er eina sem mér langar til þess að vernda sem ég held sem er mikilvægt og það er bara samtalshefðin að við bara lærum að tala saman að því mér finnst það svona stundum sko það er erfitt að sjá sko þegar fólk það fer rosalega fljótt í skotgrafir á einmitt internetinu og það er bara og allt rosa aggressíft og það er ekki hægt að ræða hlutinu vegna þess að þetta er bara svona skilurðu og ef að það er anti-intellectual skilurðu það er það bara þú veist þú ert ekki sko þú ert ekki að þora að takast á við skoðanir einhvers sem er með aðra skoðanir heldur en þú og við þurfum bara að hreinlega temja okkur þetta aftur bara eins og að bara fara út að labba eftir slys eða eitthvað skilur hlust að því að það er svolítið þannig svona stemning og þetta kemur einmitt inn á líka það sem við tala með þennan hóp sem að þú veist kýs Trump og er mjög radikaliseraður og einmitt er svo vist í sin sög að það bara þú veist það felur einhvern veginn það þarf svo ótrúlega mjúkt handbragð og mikla mildi til þess að draga fólk tilbaka og það þarf svo mikið átak og þú veist það getur verið svo ótrúlega mikið átak bara einmitt eins og í MeToo horfast í augu við það að þú veist það er ekki, þín heimsmynd er ekki annara heimsmynd og þín heimsmynd er bara kannski ekki sönn og við þurfum að geta mætt því með mildi að þú veist þetta er fólk sem er búið að sannfærast af ykkur að því líka athyglinni náttúrulega peninganáma líka já. Það er alveg þannig þetta er mitt Já, ég tengi mjög sterkt við þetta segja, sko. Kannski eru þau að hugsa um það sama hvernig ég að snúa þér þau eru alveg að hugsa um það sama hins vegar en þá er mitt þú veist hvort að ég að nota þér mildi eða kannski ef að nota svolítið hörku á hana Birgittu kannski eru þau að hugsa um það sama en þetta er náttúrulega eitt af einkennunum að heimurinn er mjög tvískiptur þetta er náttúrulega einkenni Bandaríkin það er ekkert samtali í Bandaríkjunum það er bara einn hópurinn horfir á þessa fjölmiðla og hina og það er þannig og það er líka að koma tveir öfgahægri flokkar by the way þetta er náttúrulega ekki lýðræði sem er þarna skilur þetta er sjálfstæðarflokkurinn væri bara sjálfstæðarflokkurinn miðflokkurinn væri bara eins og miðflokkurinn þeir væri bara þeir eru ekki til hægri við neitt þarna sem er í Bandaríkjunum sko
Það verður líklega kennaraverkfall því við erum að tala svona kynslóður og svona, eru þið mörkuð af kennaraverkfallu fyrir tíða? Já. Algjörlega. Ég droppaði út úr framhaldsskóla. Út af kennaraverkfallu? Já, á sínum tíma. Sem þú þakka fyrir okkur degi, eða ekki? Fyrir að hafa gert? Jú, nei. En ég man bara það listist allt upp í vitleysu, þannig að þetta var svo langt kennaraverkfall. Það hefur verið hvað? 94, 95. Og eru þið úr sömu kennaraverkfallskynslóðinni? Já, ég var þar. Flosnaði þú upp í námi? Ég veit ekki hvað ég var ekki í skóla. En ég kláraði framhaldsskólan sko á 5,5 ári. 11 reyndar, það 11 annir sko. Mest þér að kenna en einhver leiti kennaraverkföllum að kenna? Já, aðalega mér. Það aldrei gott að hafa kennaraverkföll. Það bara þannig. En þau verða að vera. Við erum að tala hérna með mitt umræðuhefð og breyta einhvern veginn. Það þarf að skapa tíma og rými í skólana. Börn í skólanum allan daginn. Þannig að við þurfum að fara að virða það og borga þessum kennurum alveg. Bæði það og svo líka að hugsa bara að þeim líði vel og vinnutíminn sé í lagi. Þú veist, að því að þetta snýr að þessi tveir hlutir snúa bara að því ertu að fara að vera með kennara sem að þú veist, með heilbrigt taugakerfi. Já, svo margt annað hjá kennurum eins og allir þessi allt þetta mygluvesin og að því sögðu eins og þetta núna á það sem fólk að gaggrina sem hvernig þeir að framkvæma þessi verkföll. Ég til dæmis var með barn í Hagaskóla þegar myglan kom og það stór grunnskóli, 600 börn en það sýndi sig mjög í því að þegar eitthvað hræðilegt kemur fyrir eitthvað mjög afmarkaðan hóp þá eiginlega öllum öðrum drull. Þannig að þú veist þetta hefur kannski ekki þau áhrif sem þetta þarf að hafa. Að þegar þetta svona gert í svona litlum. Hvað áttu við fyrir því? Þegar eins og þarna í verkföllin að hafa áhrif á svona litla hópa. Já. Þú veist, það getur haft mjög slæm áhrif á einhvern hóp en ef það ekki einhvern veginn á stærri hópa þá einhvern veginn virðist þetta ekki virka. Það verður ekki svona ástand í samfélaginu. Þetta er bara þjáning á litlum hópi. Já, en alveg mikil þjáning hjá litlum hópi. Og ég fæla að hann fái sko minni skilning af því að hann er svo einangraður. Já, og þá verður eitthvað svona reiði og svo reiði magnast upp í eitthvað svona fjölmiðlum. Það er óréttlátt að barnið mitt sé fá ekki verið í skólan en barnið þitt fá að gera, það er óréttlátt. Það er óréttlátt. Ég upplifði það. En svo, þú veist, einhvern veginn, en það bara vonandi leysist þetta. Það er svona einhver hluta með sem að, þú veist, sem finnst bara svo skrítið að við þurfum að hafa verkfall, þú veist, en svo lengi sem að, þú veist, kjörin eru ömurleg, þá bara verður það að vera. En af hverju er ekki hægt að ræða þetta bara, þú veist, og bara hafa nefndir í þessu bara alltaf, bara stanslaust. Og sem að bara passar upp á að þetta gerist ekki. En þetta er alltaf sömu stéttirnar. Þannig að þetta snýst viðhorf. Þetta eru stóra stéttir. Já, og þetta eru kvennastéttir. Þetta eru umönnunar, þetta eru, þú veist, og þetta er alltaf sama. Og ég segi bara að það bara að breyta viðhorfinu gagnvart kennurum, hjúkrunarfræðingum og bara borga þeim almennileg laun. Já, en það bara virðist þurfa bara 100 ár. Ég menn í bókinu eins og Ögmundar að það var hann að tala um verkvöldina, það er ekki 84 og verið þar svona stór. Það voru kannski ekki stórar launahækkanir sem kom út úr þessu. En til þess eitt sem kom út úr þessu var það að skrifturnar hættu að sækja kaffi fyrir. Einmitt. Já, nákvæmlega. Ég þurfti samt sko að sækja kaffi, þú veist, 98 einmitt. Þegar hún Birgitta var að fæðast. Er þú fórnarlamb kennararverkfalla? Já. Nei, ég myndi segja það var eitt risa svona verkfall í fyrsta árunum mín í menntaskóla. Þá opnaði Borgarleikhúsið dyrnar og var með námskeið fyrir þau sem voru í þá nemendur sem höfðu ekkert að gera og það bara gaf mér rosa innsýnin í leikhúsið, það var æðislegt. Þegar þú segir þetta með kennaraverkfalli þá sko þegar ég var í þessu kennaraverkfalli og var að hafa gaman þá fannst ömmu minni nóg komið og hún sendi mig í vinnu hjá frænku minni Ásdísi Thoroddsen sem var þá að gera bíómynd. Og ég var send á sett til að hita kaffi. Þar með var svolítið mín svona tilvera lögð. Það er ekki allir svona menningar kapital eins og þetta. Nei.
Ég segi það. Ég held ég að fengi 8.000 greitt fyrir 2 mánuði. Já, en þú fyrst að vera á setti samt. Mér fannst það ömurlegt. En þetta heitir náttúrulega bara internship í... Já, ég var 17 ára og mér langaði ekki að vera þarna. Svo kom ég, setna langaði mig en ekki þarna. Já, En þú varst í Borgarleikhúsinu að leika þér, eða hvað? Ég var eitthvað að leika mér þar og svona almennt, þú veist, ég get ekki sett mig upp á móti verkfall, það verður ekki svona skemmt fyrir námsferlinum hjá mér. En ég alveg sammála með viðhorfið og hvað það fjölþætt að kröfurnar þó að það sé auðveldast að skilja kröfur sem eru í krónutölu þá hugafarið gagnvart kennurum náttúrulega alveg meingallað og ekki bara gagnvart kennurum heldur vinnustöðunum eða húsnæðinu þar sem þau vinna á. Einmitt, bara aðstöðunni og öllu. Nú ég fyrrum kennari sem hef flutt mig úr 2 mikluðum skólum yfir í skóla sem var í nýbyggingu og hef alveg svona djúpstæða samkennd með kennurum sem þurft að kenna í svona aðstæðum. En eins og þú segir, Pétur, bara af hverju ekki hægt að fyrirbyggja þetta oftar af því að þetta svona oft í gegnum. Þetta náttúrulega átök og annar hópurinn mætir og við erum að fara í verkfall og hinn hópurinn hugsar, ég veit nú ekki alveg hvort þið hafið svona afl og stuðning til þess og ég heyrði nú einu kennara sem var nú ekki alveg sammálaðum og það bara verið að mæla hver alvaran í þessu. Því ég ætla ekki að láta undan mínum hagsmunum nema í fullan hefana og svona þetta. Og svona náttúrulega búið að vera í 100 ár í okkar samfélagi, kannski aðeins kemur í okkur, en það bara samkomulega það að svona finnum við niðurstöðu í kaupum og kjörum og þetta hefur reynst okkur vel. Verkfall var reynst okkur alveg ógeðslega vel, Við hefur beilega byggt upp allt sem gott í okkar samfélagi. Minnst alltaf þegar að segja það fyrir náttúrulega enginn í verkfall nema neyðar minnst alltaf leiðilegt þegar fólk að segja þetta. Þetta algjör neyðar, bara fínt að vera í verkfall. Starfstétt verður að fara í verkfall svona 10 ára fresti bara til þess að, það bara eins og að fara í ræktina, að finna til aflsins og eitthvað fleira. Þú veist ekki hvað átt hefur fyrir mist hefur. Já, en auðvitað eins og svona verkfall, spítalaverkvöld eða kennaraverkvöld, þau hafa alltaf slæm áhrif, verstu áhrifinu alltaf á þá sem að hafa það slagt fyrir. Það reyndar í spítalunum, þá það verkvall, þá komin svona neyðarmönnun svo kalluð, og hún alltaf betri en venjulega mönnun. Kannski, en svo, þið vitið, þú veist, það eru við með baklandið sem að getum klofið ykkur, eða frílansvinnunni, eða sem getum klofið kennaraverkvallið, á meðan að margir geta það ekki eða, þú veist, fólk með börn sem að þarf aðstóð við og allt þetta. Svo misett hvað fólk hefur sterkt verkfallsvopn. Skriftur hafa kannski ekki gott verkfallsvopn. Það myndir náttúrulega örgulega allt hrynja þarna ef að þær myndu hætta. Þær eru náttúrulega bara, að þær eru eiginlega aðstóðar framleiðendur, held ég. Hafa mikið að segja þarna. Og kunna svörin við öllu. Já. Bakvið alla góða karlleikstjóra kona sem skrifta. Fekk ekki skriftan hans Clint Eastwood, hún fekk eitthvað svona heiðusverðlaun og Óskarnum. Já. Hann hefði ekki getað komið einni mynd frá sér án hennar. Ég var nýbúin að horfa okkar mynd eftir hann er ennþá ákomin á tíræðisaldur. Já, hún var ekkert mikið yngri. Hann kaus Trump. Hvað með það? Þú eru átt að horfa á hann. Myndin verið til hann. Talandi svona Me Too og svona. Nú hann svona Trumpisti. Finnst þér erfitt að vera að horfa á mynd eftir Clint Eastwood, vitandi það að maðurinn náttúrulega með alveg galnar pólitíska skoðanir, Hann alveg óþólandi þegar hann tala samfélagsmál, Já, ég kannski tek því bara svona mátulega. Ef maður hengir sig á allt svoleiðis, þá missir maður vitið, Það er rosalega erfitt og líka, því að þetta er hlutur svona cancel culture, Myndu þið vilja eiga til dæmis Tesla? Nei, ekki nú. Nei, mér langaði aldrei eiga Tesla, þannig að ég er ekki alveg, en vinkona mín, mjög góð vinkona mín, sem mjög svona meðvituð alls konar mál, henni finnst mjög erfitt að eiga Tesla í dag. En varandi þennan cancel culture, þú veist, eins og bara með svona menningar, bara það var að nefna, þú veist, Michael Jackson og að nefna Woody Allen og svona, að þú veist, að fara að afneita einhverju hafi átt sér stað, þú veist,
Woody Allen hafði gríðarlega áhrif á kvikmyndagerð. Það er ekki hægt að segja bara nei, þetta gerðist ekki. Eða skiljiði. Já, en þetta líka hagsmunir eins og fyrir Trump, fyrir hann Clint Eastwood að vera bundin þessu eins og þegar hann var hér að gera myndinu sína sem það náttúrulega fekk hann fullan aðstoð frá hernum og beisnum og skiljið, þú veist, þannig að þetta er líka. Já, ég hugsa oft þetta þannig, sko. Hver græðir á því að ég styðji þennan ofbeldismann eða eitthvað, ég veit ekki, eða eitthvað sem að hefur eitthvað skoðanir. Hvern skaða ég með því að styrkja þetta framtak? Þú veist, það skaðar engan einmitt núna ef ég, þú veist, fer á listasýningu hjá Picasso þó að hann hafi, þú veist, mjög líklega verið barnaníðingur. En það hefur, þú veist, ég er samt að styrkja listamenn fjárhagslega sem eru kannski að skaða eitthvað núna sem eru virki núna, eða þú veist, skilja hvað ég veit, þú veist, þannig að ég skoða þetta líka þannig. Og taka þátt í uppbyggingu sem að veitir þeim vald yfir öðru fólki sem þeim misnota. Já, og það er kannski einmitt betra að nota tíman og einbytta sér að einhvern veginn núinu og framtíðinni heldur en að því að við erum líka bara, þú veist, tíðarandinn er tíðarandinn og tímabil og við getum ekki alltaf eitt allri orkunni að vera að tala einhvern veginn hvernig menn fyrir 100 árum hefði þetta. En eigum við orkunni að tala Ingu Sæland og Flokk fólksins? Mér finnst að Trump eigi að taka ráðum Ingu og tellja upp 86 ára og talar. Mjög gott. Já, Flokk fólksins og Ingu Sæland. Summa finnst það eins og Moggin sé hérna í herfergirningu. Já, mér finnst það. Það var eitthvað grein á Smartlandi sem ég er að kaugun í. Já, eitthvað rosa ritgerð. Svona einhvern veginn karakter hennar og svona greining eftir sjálfa Mörtu Smartu. Og svona eitthvað 70.000 króna Nike skór og eitthvað, ég veit það ekki. Mér finnst að koma úr skrítinni átt allavega. Ég þekki svolítið þessa skráningu og ég bara skilði það mál ekki, sko. Af því að Sósíalistaflokkurinn, hann var sagður í einhverju frétt að það hafi ekki verið með réttarskráningu. Sósíalistaflokkurinn er búin að vera með frá stofnun, sko, réttarskráningu. Þetta er eitthvað 24.02.00 eitthvað, sem er stjórnmálasamtök. Svo voru lögunum breytt og þá voru sett svona skilyrði fyrir skráningu. Og mér finnst það ekki vera alveg gefið, sko, að þeir sem eru með skráninguna, þetta er bara þeir sem eru þá með nýskráningu, eða ég veit ekki hvað er. Það er augljóslega einhver handvömm í einhverju kerfi? Það sem við breyttum síðan stoppsamþyktunum og það var að það kemur fram í samþyktum félagsins hver var endurskoðandi og það er ekki eins og bara er ekki skráð í samþyktin einhver endurskoðandi, þetta er ekki einhvern veginn svona eins og að Inga Sæland sé að gera eitthvað, sko, ertu efins að Flokkur fólksins sé stjórnmálaflokkur? Nei. Ekki efins það. Nei, hann er búin að bjóða fram til þings síðan 2016. En mér er svo skrítið, þú veist, hafandi sjálf einhvern veginn, þú veist, fengið styrk frá opinberu fé og mér finnst einhvern veginn skrítið að því að það er óslega, þú þarft að uppfylla alveg gríðarlega mikið af skilyrðum og hafa allt alveg óbáslega mikið á hreinu og allt að rétt og þú mjög lengi að þessu öllu, þannig að mér finnst svo skrítið að svona, þú veist, þetta geti einhvern veginn allt þetta fólk sem er að vinna þarna. Ég skal útskýra fyrir. Sá sem útlæta peningunum, hann á að tekka á því hvort að þessi skráð sem stjórnmálasamtök og þeir eru alls skráð sem stjórnmálasamtök, þannig hann deilir út peningunum. Síðan kemur ljós að það var breytt lögunum hvað þurfti til skráningar, þannig að þeir sem voru búin að skrá sig áður, að þeir þurftu að laga eitthvað svona atriði, ég meina Sjálfstæðisflokkurinn og þeir sem eru með mikið svona kjördæmaráðum og svona þurftu að breyta þessi 100 félögum, eitthvað að skrá að það væri endurskoðandi eitthvað leys. Ég meina, ég myndi halda það að ef þú ert skráður þá ertu það bara þá til að ríkisskattstjóri segir að þú uppfyllir ekki skilyrðin, þú ert farin út á skránu minni. Sá sem að deila út peningunum, hann kíkir bara á því hvort það séu skráður eða ekki. Þetta við eigum ekki svona eyða þetta er stórkostlegasti stormur í vatnsglasi sem ég hef kynst bara á mínum. Þetta er mjög leiðilegt tal. Og virðist vera, svo sem að hvernig Moggin er að skrifa Ingu, að hann er alveg með hann að ætlar einhvern veginn að níða hann í skóinn. Haldið þetta sé kvenfélagning? Auðvitað. Eða þú veist,
meira en eitthvað annað. Það er allar konur í svo stjórn, sko. En hún er svona háværust. Já, líka hún er ekki sama típa og hún svona kemur úr aðru umhverfi, talandum við og hinnir og þetta svona. Þannig að hún liggur auðveldar einhvern veginn undir höggi og þú veist, þeim finnst það einhvern veginn. Og svona hefur verið smá svona frýtt grínspil á hana líka. Og auðvitað auðvitað býður hún svolítið upp á það og það allt og hún veit það alveg sjálf en hérna Ég reyndi að fjalla þetta fyrir einhverjum árum hvernig hún fekk alltaf annað trítment þegar fór í Kastljós heldur en sko fína fólkið og tók dæmi af einu það sem að Einar Þorsteins svona var eiginlega hnussandi yfir því sem var að segja og ég sagði þetta er bara ekki boðlegt í Ríkisútvarpinu að láta svona. Þetta er bara, þú veist, það er bara allir að vera jafnir og hvað vera að bugta sig fyrir Bjarna Ben en vera svo mikið tróka þetta er bara svo lítilmannlegt að ég bara vil ekki horfa á þetta helvíti. Já, mér finnst þetta líka og auðvitað er þetta líka hvern fyrirlitning. Það er alveg þannig. Það er bara ég held að sé nú alls konar karlar sem að þú veist, falla að einhverju leiti svona inn í sama mengi sem að þú veist, fólk hefur frítt spila og gera grín af sko. Þannig að ég veit ekki hvort akkurat þetta sé hvernfyrirlitning sko. En á þessu tíma fengur píratarnir líka svona þegar var alltaf voða vittlausir þetta er svona attitút sem bara spyrjandinn hann ósar frá sér sko. Og hérna svo þetta er líka frá BBC var alltaf látið svona kemur alltaf djöfulega túa vilja upp á dekk er alltaf stemmingin bara einhverju sem þeir eru það sem að fólk vill að þessi svona harðir fjölmiðlar að það er oft svona tónnin frá BBC sem er yfirleitt bara sko elítan að valta yfir þá sem þykjast vilja standa fyrir ykkur eða vilja breyta eitthvað það kemur alltaf úr sem fjórðavaldspælingu sko að fjölmiðlinn beri ábyrgð á því en raunverulega er fjölmiðl svona fjölmiðl er alltaf með valdinu alltaf með elitunni sem hefur völdin og er alltaf í veffengja þá sem er að líta út fyrir að vera sko gagnrýna maður finnur samt ótrúlega fyrir eins og þegar maður til dæmis horfir á kryddsíldina og svona það er greinilega þannig í pólitíkinu og inn á þingi er mikið svona árásarhúmor það er mikið svona þið vitið þetta gamla þú veist, hei, bara allra verið í þessari peysu eða þið vitið allt þetta svona einheldis og maður heyrði það bara maður fann smá eins og í þar að þú veist, þar var Bjarni að skjóta og þú veist, Þorgerði hvort hún ætlaði ekki í megrun eða hvað sem það var en þú veist, Þorði ekki alveg að skjóta á Kristrúnu, væntanlega ekki þekkir hann ekki eins vel hún er líka annarri kynslóð þið vitið aðeins verið, þetta er alveg svona Stjórnmálaflokkar eru náttúrulega vinsælu krakkaklíkur rosalega mikið og vinsælu krakkaklíkunar eru náttúrulega grimmasta fyrirbrigði í skólanum sko, sem að goggar allt frá sér sko, og verður að gogga því annars ferði ekki að vera með og þetta er náttúrulega alveg rétt að sko, stjórnmálakúltúrin er anstíkilur það sé að veltan fyrir mig hvort að ný kynslóð muni sjá svolítið gegnum þetta vinsælu krakkaklíkur fyrirbæri sko, hvort þið þóli ekki eins vel þau eru sko einhverju leiti sko það er að segja viðkvæmari en ég ætla að segja næmari á allt alla orðræðu sem er ekki í lagi þannig að þú veist ég held að það sé miklu fljótar að segja bara þetta er fáið hann á ekki að segja þetta Meinar þá þeir sem eru yngri í pólitík? Nei, ég er bara að tala bara kjósendur Já. Píratarnir voru alltaf svolítið skemmtilegir þeir voru ekki vinsælu krakkaklíkar þeir voru nördin sem hafði orðið fyrir vinsælu krakkaklíkunni og mynduðu félag og var ósvara fallegt sko en svo kom náttúrulega gallin að ef þú nördin alltaf einn og eftir ekki þá er ekki komin reynslan á því að halda saman félaginu þannig að Píratarnir voru alltaf í svona vandræðu með að sem vandræðu að vera svona samfélag voru kannski ekki félagslega hæfi eins og vinsælu krakkarnir eru í þessu goggir í þessu Já Svo líka, einmitt Þetta er hörð greining en kannski er þetta eitthvað til í við verum að leika okkur, við verum að skemmta hvort það eru Mér fannst líka til dæmis þegar Þórdís Kolbrún skrifaði á heimasíðuna sína að hún Kristrún væri að skrópa í vinnunni þá er ég bara svona mér fannst það pínu, ég bara Þórdís Kolbrún, ætlar að fara þangað einhvern veginn, það er svona þetta eru mjög metnaðarfullar konur og þú veist, maður veit alveg þetta er eitthvað ljótasta sem ekki ljótasta en þið vitið, þetta er nasty Það var einn frétt sem er svona hvað má og hvað má ekki, það er Brynjar Karl körfuboltaþjálfari Aþenu sagði við leikmenn sína sem eru ungar stúlkur
eins og ekki börn, eða svona einhvers þar á milli þess að vera bara sjálfræðisaldurinn held ég. Það hefur verið fucking aumingjar. Þau voru að tapa ekki 8. leiknum í röð og núna aftur gís umræða þennan Brynjar Karl. Sáuðu heimildamyndin að Hækkum Rána? Nefnilega ekki, ég ekki búin að sjá hana. Ég reyndi að finna út úr allt og náði einhvern veginn aldrei að sjá hana. Hvað er þetta? En núna bara ég mjög þakkláttur að hafa ekki séð hana. Hækkum Rána, það er eiginlega hóp sem er með honum. Körfuboltalið. Já, sem að byrjaði, voru stelpur í Stjörnunni held ég. Og svo var einhverju erfiðleikar þarna á milli hans og hluta foreldrana. Þannig að svona lungin úr hópnum flutti sig yfir í ÍR og þar kepptu þær og vildu alltaf fá að keppa við strákana. Vildu ekki vera í sér flokki. Og svo unnu þær eitthvað svona stelpumót og mjög sterk sena þar sem að þau fá velunin, halda þeim og láta það detta og afstaka velunin. Og mér fannst þetta voru 12-13 ára stelpur og mér fannst þetta alveg geggja. Þetta var bara, ég skrifaði eitthvað að þarna veri bara Rosa Park sem mælt. En það voru ekki allir til í að horfa svona á þetta og töldu að hann væri sko, eins og alltaf er sagt þegar konur gera eitthvað áhugavert. Þá er alltaf svona Rasputín á bakvið sem að stýrir konunum. Þannig að mér fannst sko viðbröðum við þessu líka vera svona ákveðin kvenfyrlinni. Það get ekki una stelpunum þessu spöngi sem að þær sýndu. Heldur þurfti alltaf hann að vera þarna. Og hann er náttúrulega en þá í þessu að vera Rasputín og vera vondur við fylgjendur sína. Já, ég veit ekki. Ég sko svona renda þessi gegnum svona þær fréttir sig að séð með þjálfara og mér finnst þetta alveg vonlaus típa ef ég á að segja alveg svona hreint út. Ég sé ekki hvaða gagn hann gerir neinum. En og það að segja hann sé góður íþróttaþjálfari, svona ég sé ekki einu svona aðstæðunar þar sem ef hún væri stilt upp á móti þjálfara í meistraflokki hvort það væri raunverulega þjálfunin sem væri að standast prófið eða bara leikmennir og bara í þessu samingi sko, eins og handbolta heimsmeistaramóti núna með sem hefur gott sem Gísli Þorgeir sagði eftir viðtal það var svo sem túlkað sem einhver svona áfellisdómur á Snorrastein en þar sem hann sagði bara einfallega við vorum outcoachaðir, auðvitað hefði maður geta hleyft sig einhvern svona skapofsa til þess að ná þessu upp en það í raun virkar aldrei. Og það virkar aldrei við góðu skipulagi og bara betri þjálfun. Og ég held að það þjálfa leikmenn út frá virðingu fyrir þeim, fara láta þetta snúast leikinn en ekki það að tuskast á mönnunum. Eða manneskinum. Það mun alltaf vera sterkara en þessi fautaháttur í rauninni. Held ég líka sko. Já. Er þetta ekki, þú ert svolítið að vinna með eitthvað svona keppniskap í fólki. Þú ert að reyna að ýta undir keppniskapið þeirra og svona peppa þau upp. En svo einhvern veginn nær það bara ákveðið langt. Eða þú getur ekki alltaf Þetta mjög einhæf taktík. Ég held líka bara sko, verið að tala sko, þú veist, það annars vegar sko, þú veist, að ýta á einhvern eða ýta á okkur sjálf til þess að ná árangri þú veist, æfa okkur lengur á hljóðfæri eða þú veist, gera fleiri armböður hlaupa lengra þennan dag heldur en næsta eitthvað sem að, einhver erfitt sem er vissulega hlutaði sem við þurfum að gera til þess að ná að þroskast og vaksa og svo hins vegar það að beita ofbeldi til þess að ná fram þessum sömu takmörkunum þannig að þú veist, ef hann hefði Hvar eru þá mörkin? Má kalla það aumingi, má þá líka lemja það með svona smá spýtu bara þú veist lítilli spýtu En hann gerði það náttúrulega ekki Nei, hann gerði það ekki En hann notaði þessi orð samt En maður veit ekki, það eru þú veist, þetta eru ungar stelpur þær eru þarna með leyfi foreldra sinna og með eigin vilja þannig ég veit ekki alveg hvort við erum bara að sjá eitthvað svona sem er eða hvort þetta hann einhvern veginn fari í þennan fasa og svo sé þetta bara daldið í nösunum á hann. En þú hjóst eftir þessu orði aumingi bara í upphafi þáttar. Já, mitt. Og þú veist. Mér finnst það glatað sjálfri. Ég myndi ekki vilja sjá dætur mínar hjá neinum sem verður að kalla þar aumingja. Nei, við þurfum bara að breyta þessum hugsunarhætti alveg. Og þarna kemur inn á kallmennskuna líka. Þú veist, þetta er aumingja og stelpunna kenndi mér að hætta að tala um að grenja heldur en að gráta. Þú veist, við þurfum bara að bera virðingu fyrir okkur sjálfum til að byrja með og svo einmitt að bera virðingu fyrir öðru fólki og líka bara því að þú veist, við töluðum aumingjaskap áðan mér finnst þetta svo
áhugavert þegar fólk í forréttindastöðu byrjar að tala aumingjaskap hjá öðrum að sko eitt af því sem mér þykir svo vænt að vinna í svona heimi mannréttinda og mannréttindabrota að maður lærir mótlæti alveg afar vel og fyrir mér sko að þú veist að nefna mildi að það ekki aumingjaskapur að takast á við mótlæti án þess að skaða fólk í kringu sig. Og þetta að sko reyna að búa til svona skaðvænlegt andrúmsloft þar sem eina leiðin til þess að komast út úr skaðanum að sigrast á þessum erfiðleikum. Það náttúrulega líka býr til mynstrið að þú hugsar allt í gegnum skaða. Já, en þetta líka þetta gamla sem ég var kannski meira líka að tala áðan þetta svona fólk sem bara það bara það sem ég þakka fyrir að hafa aldrei orðið aumingi eða að börni mín sé ekki aumingjar eða eitthvað og þá fólk að meina þú veist axinn þá öryrkjar eða með fíkniröskun eða skiljið hvað ég meina það þessi þetta er bara svo grimt ég heyrði samt bara í ungri konu á kaffihúsi bara einhvern veginn ekki þú veist bara tala svona og mér dauðbrá það þess vegna sem ég er búin að hugsa þetta hún sagði orðrétt ég bara vissi það mjög ung og hún var ekki forréttinda en hafði greinilega unnið sig upp að ég ætlaði ekki að verða aumingi og ég bara wow. Og hvað það? Eða þið vitið meðan við hugsum þetta þú veist, það einhver sem að þú veist, hefur mist vinnuna það einhver sem að lélegur í korrupolta En eitt var þetta kynina því að Brynja Karl hefur sumleiti tala bara svipað og Hjaltastöðum Þetta er það sem við þurfum að gera við stelpunar. Við þurfum að sitta svona meiri hörku í þær. Við þurfum ekki að gera við strákana. Ég myndi sjálf strákana allt öðruvísi. Það er ekkert að, ég myndi reyna að hemja þetta. En það sem er alltaf verið að segja við stelpunar. Að vinna með hugrekki og svona. Já, það er alltaf verið að segja við stelpunar að vera svo sætar og prúðar og stiltar og alltaf að koma og þú veist, það sem vantar til þess að ná árangri í íþróttum svolítið svona blóð på tanninni og fleira sem við þurfum að búa til sitt inn í stelpukultúrinu. Já, það er náttúrulega alveg hægt að kalla það eitthvað. En það sem nú meira verið alltaf, þú veist, við segjum það er verið að segja við stelpur að vera sætar og fínar, en það sem verið meira íta í þær að þær eiga frá unga aldrei að taka ábyrgð á fötunum sínum og þær eiga að vita betur og þær eiga, þið vitið, það er þetta sem er svo miklu verra heldur en að þú sést sæt. En líka bara, þú veist, að þið sko, nú finnst mér frekar augljóst að hans nálgun á þjálfun með ungu fólki er bara... Finnst þig hana? Mér líst ekki á hann, mér finnst hún mjög niðurrífandi og frekar Já, það var alveg sjokkerandi. Já, en þú veist líka bara af því að þetta eru mörg ára af þessu. Hvað 2019 hafði hann farið frá 2 félögum, sagði einhverju grein. Þú veist, það er ekki eins og hann sé instant success með þessari aðferðsinni. Hann er bara búin að vera að fara á milli félaga og vera að þessu. Ég myndi ráðleggja að finna sér aðra vinnu. Já, og kannski í umfjöllun hann væri alveg gaman að heyra fleiri hliðar heldur en eitthvað bara hans. Ég bent á að ég tók viðtalið við hann og það var mjög kostulegt að hann vissi ekki alveg svona hvert viðtalið verið að fara, þannig að það er mjög langt og maður finna á YouTube síðu samstöðarinnar undir Brynja Karl. Er það 4 tímar? 4 klukkutímar. Jesús. Það var þegar að benta á þetta hérna frammi að það er... Ég að fara að horfa á þetta, að þið langar að læra meira, sko. Já, þetta er svo spennuð þáttur af því að það er svona tekur ýmis form og hann spyr einhvern veginn held í viðtalinu sko. Þú veist hvað svona viðtal er þetta sem ég eitthvað svona, það mjög... Ég held að hann sé ekki að vinna með hjallastefnu, það sé alveg klart. Hann þarf alltaf að læra að kjarna sig. Já, það er mjög mikið að kjarna sig þá þau hafa að tala saman sko. Og tala fallega. Þau hafa að tala saman, ég veit það. Svo getur verið sko að þú veist að það sé eitthvað sem hann kannuslega vel eða skilur vel. Já, það hlýtur að vera. Svo getur verið að hann sést, þú veist, ekki bara strategískur heldur líka, þú veist, en ég er samt ekki sammálaði í hvernig hann kemst að þessu. Já, ég bara myndi ekki kóa með þessu, sko. Þú veist, þó maður sjá einhverja vonarglætu í hans afstöðu gagnvart einhverju, hann er bara ekki að byggja fólk upp nema í gegnum einhvers konar skaðvænlegt
umhverfi og bara ég stuði ekki sko. Ég meina þetta er óafsökunarlegt að tala svona fólk alveg sama hvort þú ert að þjálfa það eða ekki, skilur. Herðu, en við erum að fara að klára þetta, en Áslaug Arna, við viljum fá hana sem formann Sjálfstæðisflokksins, eða er eitthvað alveg sama hver formann Sjálfstæðisflokksins, má bjóða Guðlaugur Þór eða Guðrún Hafsteins? Nei, meni, ég bara, eins og ég ofta að hamra og það er svo leiðilegt að vera kona í Sjálfstæðisflokknum. Það er leiðilegt, þú er ekki að það. Nei, mér sýnist það, þú veist, núna er einmitt Þórdís Kolbrún, núna er hún greinilega komin á tíma og farin og, þú veist, ég veit ekki, en vonandi bara, já. Þú eru ánægð með Áslaug Örnu? Já, eða þú veist, ánægð. Já, ég vil miklu frekar hafa hana heldur en, þú veist, Jón Gunnarsson, já. Ef þú ert að meina það. En, þú veist, er þetta náttúrulega allt, þú veist, sama, já, sama. Þetta er ekki þín deild. Sama hegið. Veistu hvað skipta máli hverju formaður Sjálfstæðisflokksins? Ég held að skipti það máli. Já, það skiptir okkur máli. Það er búið að vera leiðtoga krísa, þú veist, þangur til að Kristrún tók við samfylkingunni, þú veist, það var leiðtókrísa þar líka, það skiptir gríðarlega miklu máli hver frontar pólísíurnar. Það er ekki ég held að hún ætti að nota tækifærið, þú veist, taka sér málverka þessum köllum niður af þessu herbyggi sem það er að rífast bara girl power. Já, nei, alls ekkert girl power, bara aðeins, bara, þú veist, lofta aðeins út og, þú veist, koma með eitthvað nýtt sem hann langar örugglega að gera. Hvað Kristrún þá? Nei, hana Áslaugu Örnu. Það er búið að hanga svo lengi í málverkin. Í 100 ár eða 40 år. Þið kannist við að það er alltaf svona púlt á landsfundum sem er smíðað, það eru fáir sem eiginlega njóta sín þessu púlti nema Bjarni Benediktsson sem er held í 1,90. Áslaug Arna er svona frekar lágasinn kona. Og þannig að þú kemur svona einhvern veginn í því og það var mikil deila að einhvern tíman á þessum tíma að þá ætluðu bara ekki að taka hana með á landsfundin til þess að svona eðlilega vaxi fólk gæti notið sína það. En það var alveg, það reis upp. Býtu, ætlaðu ekki að taka Áslaugu Örnu eða púltið með? Jú, púltið, það er ekki að taka með púltið. Það er því púlt sem að sko allir myndu njóta sín í. En það reis upp bara í alls aldan og sagði því, þú veist, við getum ekki rekið áfram sjálfstæðisstefnuna nema á þessu púlt. Það er svo smáborgarlega. Jesus Christ. Einmitt. Já, það er þetta kannski einmitt sem þarf að kannski reysa eða eitthvað. Já, þetta hljómar er svo merkjum svona ákveðnar hræðslu við breytingar. Já. Það hefur aldrei verið kvenkynsformaður Sjálfstæðisflokksins. Nei, það hefur aldrei verið. Það hefur aldrei gerst. Ekki? Nei. Haldið að það geti gerst núna? Haldið að það geti gerst núna? Já, ég held vona það. Ég held að sko að Þórdís Kolbrún sko það fjaraði svolítið undan stuðningi hennar í flokknum, annars vegar með hún þótti vera svona dæmi svona löngunin til þess að búa til nútímalegri sjálfstæðisflokk sem ég held að stemmingi sé að bara nei, við viljum bara alls ekki, við viljum bara vera með svona einhverja svona skref í áttina miðflokkum, við viljum fara þangað. Já, ég held mögulega að þú veist, Áslaug Arna sé svona, í einhver svona valdabaráttu skilji sé mjög gott peð inn í unga fólkið sko, þau kusu hana og þú veist eins og þú veist, við erum búin að sjá Snorra Másson og gríðarlegt fylgi hjá ungu fólki og þú veist, hún gæti verið einhvers konar svar við því sko en ég veit ekki En þú veist, ertu með einhverja svona demografíu af sjálfstæðis kjósendum, er þetta ekki fullorðið fólk? Já, þau eru ekki að skora mikið á yngra fólki, það var alltaf þannig að þau áttu svona sinn hóp með yngra fólks en það eru eins og þau mista fyrir svona 10 árum sko. En eru þau ekki alltaf að reyna þetta með einhverju vín í búðir? Það var nú Áslaug Arna sem var En hún var líka, þegar hún byrjaði að þá var hún mjög sterkur fulltrúi ungra sjálfstæðismanna á landsfundi og stóð meðal annars fyrir framann þar sem hann Friðriksson þingmaður sem er ekki á þingi lengur sem var eiginlega fyrstur til þess að fara að tala gegn útlendingum. Ásmundur.
þá stóð hún og eiginlega púan niður, þannig að hún var byrjað þannig, ég heyrði núna í viðtalið hana þar sem hún segja, já það er bara ég heyrið alveg að núna er allt í einu í lagi að vera hægri maður í fermingaverslunum, að maður er ekki skammaður eins og var áður, meðal hans að tala útlendingamál og eitthvað svona, það var hún að segja sko. Er hún ekki yngsti þingmaður sem hefur? Nei, það hafa verið yngri þingmaður, hún yngsti ráðherra Núna var hana yngsti ráðherra Já, þegar hún kom á þing yngst Já. Nei, það hefur komið inn sko, ég held að það veri bara 18 ára einhver framsóknar kona. Já, einmitt, já. Það hefur verið slegið. En hvort hún var yngst í ráðherran, nema kannski að Bjarni Ben eldri, það hefur verið yngri, hann var náttúrulega orðin ráðherra held ég bara 27 ára eða eitthvað. Einmitt. Var ekki verið að tellja þetta eitthvað upp meðan hann, því hann umhverfisráðherrann, er hann ekki held ég núna sá yngsti? Sem hefur orðið sló hann metið hennar já, ég held að hann hafi slegið metið hennar og hún sló metið hennar Katrínar þetta var eitthvað svo leis gaman að hvað er hún, 34? Herðu, en núna er helgin að koma, það er ógeðslegt veður það er bara fínt eða ekki? Jú. Ég elska því stormur og allt það, erum við ekki bránað með að því verra veður því meiri stuð eru við í við verðum bara að halda fram síðasta helgi var eitthvað svona vetraparadís, það var svo við fórum á skíði og ég veit ekki hvað og hvað sko, fallegt þannig að það er smá missir af því en eitthvað segir mér að snjórinn komi síðan bara aftur Það er búið að vera sko snjóaði í logni sem að er ekki algengt í Reykjavík hleðst upp snjórin í trjánum og allt verður svo fallegt Ég horfði á yfir á Höfða sem er hvítur og bakvið var Esjan hvítklædd en núna er umhleypingar og hláka og slitta og herðu, gaman að fá ykkur hingað Gagga, Birgitta, Pétur og Árni Takk fyrir okkur Takk fyrir okkur og ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út og ykkur áhorfendum fyrir að staldra við og hlusta og breyta þessu í fjölmiðlum minna ykkur á að þið hafi byggt upp dreifi hér í samstöðurinn bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér sem ykkur finnst áhugavert bent á að það mér finna það efni á Facebook og YouTube í öllum hlaðvarpsveitum í útvarpinu 89,1 á höfuðborgarsvæðinu á FM en það má líka sækja þær útasendingar á spilarinn.is er á netinu og svo er spilar líka app sem má hlaða niður í síma og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem svo heppin að skipta við síman. Þar eru með 5 á fjarstýringunni kannski ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinu 24 tíma sólarhring 7 daga vikunnar allan ársins hring. Samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem drífur samstöðuna áfram með sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hefur gert áskrifendur. Þú getur slegist í hópinn ef þú vilt efla samstöðuna og tryggja að hún haldi áfram. Þá ferðu inn á samstöðun.is þar hneppur sem ástendur áskrift. Þú getur skráð fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskrift mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósa getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið þá er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er búið í bili, framöndan er helgin, hvernig til þess að fylgjast með dagskránni á samstöðunni helgina. Það segir bara góða helgi.